Ég Mía, sagði refastelpan þóttafull. Hver heldur þú eða þú sért, Jóna mín? Spurði Skotti og skjögraði á fætur. ég Mía og ég svo sem sendi ykkur klifujustina sem bjargaði ykkur frá Immalalli og ég svo sem bjargaði þér frá því að hanga á haus daglangt rétti þessu. Immalúlúlúlú, sagði Skotti spyrjandi. Býtu, ertu ekki að tala nashyrningsrisaeðluna? Spurði Freyja áhugasöm. Immalalli, Sagði Mía og kinkaði snöggt kolli til staðfestingar. já, það allt gott og blessað. En það segir mér ekkert hver þú ert og hvað þú kemur. Og því síður, hvort ekki treystir. Sagði Skotti heldur góðu með sig. Hann var greinilega allur að koma til eftir fallið. Skotti, Sagði Freyja hneyksluð. ég held þú ættir að vera að þakka henni fyrir í staði fyrir að yfirheyra hana. Ég Mía, dóttir Ukulele, konungsmæja fólksins. Sagði villt refastelpan og horfði stíft á Skotta. Býtu, þýðu það ekki þú sért prinsessa? Hvað í óskunum ertu að gera hérna? Eftir að hafa alist upp sem degur prinsessa hafnaði ég efnislegum gæðum og gullslegnu glamúrlífi í píramítana. Sagði Mía rólega og setti stafinn sinn yfir herðarnar á sér. Ég fann loks frið innra með mér því ég yfirgaf allt sem ég þekkti og hélt inn í hennan villta og frjálsa frumskó. Hann endurspeglun af sjálfri mér. Ef þú þekkir hennar frumskó eins og handabaki á þér, hvað segir þú þá að gera öllum greiða og henda okkur út úr honum? Það ekki versta hugmynd sem ég hef heyrt. Sagði Mía og brosti út í annað. Hann sem ekki ónaði af ykkur.